Sjöundi og síðasti liður á dagskrá jöfnun flutningskostnaðar og það bæjarstjóri sem óskar eftir umræðu stöðu framleiðslufyrirtækja á Akureyri og jöfnun flutningskostnaðar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég óskaði eftir því að þetta mál yrði sett á dagskrá bæjarstjórnarfundar einfaldlega til þess að fá tækifæri til þess að ítreka það sem ég held að sé vilji allra bæjarfulltrúa, það er að segja einhvers konar bókun eða orðsendingu til stjórnvalda mikilvægi þess að á þessu máli sé tekið. Nú vita bæjarfulltrúar mæta vel að þetta hefur verið rætt ítarlega og oft hér í bæjarstjórn og eins og kemur fram í þeirri stuttu greinargerð sem ég læt fylgja með bókunartillögu sem að þið eru vonandi komið í hendur, að þá held ég ekki sjaldnar en 4 sinnum, jafnvel oftar, hafi málið komið til umfjöllunar árið 2008 í einhverjum af nefndum bæjarins, bæjarstjórn eða nefndum sem tengjast með einhverjum hætti Akureyrarbæ og fengið þar umfjöllun og einhvers konar ályktunar niðurstöðum. Nú, málið náttúrulega í eðli sínu þetta, við teljum að flutningskostnaður mismuni framleiðslufyrirtækjum, fyrirtækjum sem að þurfa að flytja vöru til og frá svæðinu. Mismuni þeim fyrirtækjum sem að eru staðsett á landsbyggðinni samanborið við fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Og við viljum að þessari mismunun sé eitt, við viljum að þessu verði breytt og það verði gripið til aðgerða sem að í það minnsta drægjur þessu mun og helst eyðanum alveg. Þetta hefur verið rætt lengi og mikið eins og áður hefur komið fram, ekki bara á þessum vettvangi, heldur líka á vettvangi þingsins. Þar hafa komið fram tillögur og hugmyndir og nú síðast var skipaður starfshópur sem að vann á árinu 2008 og skilaði skýrslu í júlí það ár. Þar sem að lagt til að ef að stjórnvöld vilji á annað borð bregðast við þeirri mismunum sem þarna að ræða, að þá þurfa að horfa til svona ákveðin aðgerða sem til greina að koma í því samhengi. Og þær aðgerðir geta verið af nokkrum mismunandi tegundum. Það geta verið í rauninni beinlínis í styrkjaformi, formi niðurfellingar gjalda, í formi þess að styrkja strandsiglingar eða aðrar tegundir af flutningum sem að geta nýst okkur betur og verið ódýrari. Það kannski ekki okkar að taka afstöðu til þess hér, heldur miklu frekar einfaldlega að láta hér í ljós og koma skýrt á framfæri þeirri skoðun okkur og þeim vilja að á þessu máli sé tekið. Þess vegna málið vakið hérna og þess vegna hér lögð fram þessi tillaga bókun sem að þið eru með fyrir framan ykkur og hljóðar svo með leyfi forseta. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á Alþingi og ríkisstjórn að beita sér fyrir því sem fyrst að jafna stöðu fyrirtækja á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu hvað varðar flutningskostnað. Löng hefði fyrir rekstri framleiðslufyrirtækja á Akureyri og hefur rekstrarumhverfi þeirra að mörgu leyti verið gott, en vegna mikils og vaxandi flutningskostnaðar verður samkeppnisstaða þessara fyrirtækja sífellt erfiðari. Bæjarstjórn ítrekar því fyrri ályktanir bæjaryfirvalda mikilvægi þess að þegar í stað verði settar reglur og ráðist í aðgerðir til að jafna þennan aðstöðum. Og að loknum umræðum legg ég til að þessi bókun verði hér borin upp og ég vona að bæjarfulltrúar samþykki hana. Takk fyrir. Orðið laust og það Baldur Þór Sigurðsson sem óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek heilshugar undir þessa bókun og hef gert það áður. Nú, þetta sem landsbyggðin þarf að búa við, það skiptir að sjálfsögðu heimilin gríðarlegu máli. Þegar það borgar sig orðið fyrir fólk út á landi sem kallað að keyra í 10 og 100 kílómetra til að komast í bónus vegna þess að varan í búðinni heimabænum svo dýr vegna flutningskostnaðarins, þá sjáum við að það eitthvað mikið á og þetta allt og mikil misskipting til að við getum búið við þetta endalaust. Einnig fer í taugarnar á mér að þurfa að greiða Faxaflóahöfnum af hverju kíló innfluttra og útfluttra vara sem við notum, sem við flytjum til okkur eða frá okkur.
ef það fer til útlanda. Ég að vísu hef mínar efasemdir að ríkissjóður komi að því eins og árferðið að taka á þessu núna. Við hefum átt að gera það á gleði tímum góðarisins og það áttum við pólitíkus að heimta þetta í gegn. Því að þetta brýnasta hagsmunamál landsbyggðarinnar og skiptir bara með gríðarlegu máli fyrir að halda landinu öll í byggð. Ég hef nú stundum sagt söguna majónesfötunni sem það var ekki til majónes og ég hringdi og pantaði majónesfötu, hún kostaði 10 kíló og fattan kostaði 1570 krónur og ég baði hann með flugi en hún kom óvart með bíl og án nokkurs afsláttar með bílnum kostaði hún 2000 kall, það kostaði 2000 krónur að keyra hana til Akureyrar og ég spurði hvað kostar þá að keyra hana á Þórshöfn. Það var 1800 viðbót og þá flutningskostnaður á 1570 krónum orðin 3800 og fatan þá komin á Þórshöfn í 5300 og að sjálfsögðu hugsar ekki fólk út í þetta sem býr á stóra Reykjavíkursvæðinu en eðlilega gerum við það og ég fagnaði að þetta kemur fram og við verðum bara að halda áfram að ítreka þetta þangað til að eitthvað gerist í þessu. Það sagði gamall íhaldsmaður á Egilsstöðum við mig að Bónusverslunin hefði gert meira fyrir Austurland heldur en Byggðastofnun í 30 ár en hann var nú svona að grínast með það og vegna þess að þar varan á sama verði og í Reykjavík þeir jafna flutningskostnaðan með einhvern veginn. Ég tek það nú bara sem dæmi. Takk. Næst tekur til máls Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek heils hugar undir þessa bókun og við þurfum að fylgja þessu hvað eftir hana og ekki oft hefur nú verið þörf en nú nauðsyn. Og ég hef velt í talsvert fyrir mér í framtíðinni hvernig þetta verði og auðvitað sér maður fyrir sér síaukinn ferðamannastraum, stanslausa aukningu ferðafólks á vegunum, ekki síst núna Íslendinga í sumar. Allir bílaleigubílarnir pínulitlir og svo þessi rosalegu flutningabílar. Ef ég ætti að leggjast undir feld og skoða þetta, ég held ég myndi taka það upp að stóru flutningabílarnir þeim verði bara ekki leyft að aka á föstudagskvöldum. Mér finnst þetta alveg hrikalegt að mæta þeim í Borgarfirðinum og hérna á Holtavörðuheiðinni og ég myndi vilja skoða það nákvæmlega hvort það væri hægt að breyta þessu og þetta náttúrulega víða gert. Bandaríkjunum á Þýskalandi og stíð, það eru vissar reglur fyrir flutningabílana. Og við á þessum örmjóu þunnu vegum okkar sem ekkert og pressast niður látlaust af þessum flutningum. Það verðum við seinna meira að koma okkur á einhverjum vetnisprömmum eða einhverjum sjálfbærum orkuútbúnaði til flutninga. En það nú ekki alveg í augsýn. En það margt sem að þarf að skoða þetta og við verðum að koma þessum flutningsjöfnuði á hvernig sem við búum okkur undir það. En ég held líka, ef við settum á næturakstur, þá það með náttúrulega að vera á næturvinnu við að aka og þá það flutningurinn ennþá dýrari. En ég veit ekki, ég horfi til þess með hryllingi af því að við ætlum að reyna svo við lífandi getum auðvitað að fækka slysum. Ég vil nú ég held að besta sparnaðaraðgerðin núna í augsýni fyrir sumari væri að lækka hámarkshraðann. Það væri að fara aftur niður í 80. Og vistakstur, það myndi breyta alveg óhemju miklu Þá myndu flestir aka á 90 til 100 en ekki verið liggja í 100 og 110. Og ég myndi skoða bæði stað og stund fyrir þennan akstur í sumar, þunga akstur, ef ég mætti einhverju ráð. Ég bara get þess hér þegar við vorum að safna hugmyndum einhver tíma á netinu fyrir það hvað væri hægt að gera og þá benti ég nú á þessa sára einföldu sparnaðar og hagkvæmnisleið að skoða þennan flutning. Og láta ekki skarast svona herfilega helgaraksturinn allan sem þó mest á föstudögum og þá eru bílarnir náttúrulega á ferðinni og svo bara að skoða tíman hvernig þetta væri möguleiki að það rækist ekki eins á við aksturinn á þjóðvegunum. En og viltakstur bara það sem skilar sér og sparar bara verulega og við að
eigum einmitt að stjórna umferðin miklu meira heldur en við höfum gert. Það nú komin viðleitni í þá átt að vera ekki að flytja hverju einustu flösku af bjór sem hér framleitt fyrir norðan, suður og svo norður aftur, allavega á svæðin hérna í kring og deila því öðruvísi niður. Það þurfi ekki allt saman að fara suður til Reykjavíkur. En ég meina hvert einasta ostykki sem fer suður og hver einasta jógurtdós sem fer og þvælist hringinn í kringu landið og hann kemur aftur heim. Þetta ótrúlegt. Og það miðar nú margt af því í framtíðinni, það að vera nær markaði, að mile from market er kallað að framleiða og nota það sem framleitt heima fyrir og vera ekki að þvælast með varningin alveg gjörsamlega endalaust. En takk fyrir þessa góðu umræðu. Sigrún Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að lýsa ánægju minni með framkomna bókun. Í mínum huga þetta mjög brýnt mál og mikið forgangsmál fyrir landsbyggðina. Þetta mikið forgangsmál fyrir framleiðslufyrirtækin sem út á landi og eins og framkemur í bókunni þá hefur aðstaðan fyrir framleiðslufyrirtæki hér á svæðinu verið mjög góð fram að þessu en nú hefur harðnað á dalnum og mér langar svona að segja ykkur smá dæmi. Ég vinn hjá fyrirtæki sem á 4 verksmiðjur, 3 á höfuðborgarsvæðinu og 1 hér á Akureyri. Og ég held að sé klárlega bara einvörðungu velvilji fyrirtækisins til svæðisins að þessi verksmiðja hérna ennþá. Því að á síðastliðnum, fyrir 2 árum, þá var 4,5% af heildarrekstrarveltu fyrirtækisins hér, keksmiðjunnar, fóru flutningskostnað. Nú það að verða hátt í 10%. Það ekki búið að ná 10%, en það slagar hátt upp í 10%. Svo þetta segir nú ansi mikið. Og ég segi ykkur annað dæmi að fyrir síðustu páska, fyrir bolludaginn síðasta, þá voru framleiddar bollur hér í keksmiðjunni fyrir allt landið. Það voru framleiddar 525.000 bollur hérna og svo var megnið aðeins sent á höfuðborgarsvæði og ofan á hverja bollu lögðust 2,50. 2,50 kr. Og á hverja einustu bollu. Þetta náttúrulega bara rosalegt. Þetta auðvitað skekkir þetta samkeppnisstöðu fyrirtækjanna hér, klárlega. Og hér erum við með mörg framleiðslufyrirtæki og þess vegna, bara til þess að halda þeim á svæðinu, þá skiptir höfuðmáli að við þrýstum á þetta. Svo nefnum nú eins og Baldvin sagði með majónesfötuna, þetta líka rosalega erfitt fyrir einyrkja sem eru með litlar verslanir og þess að það, sem að ná ekki góðum samningum um flutninga, þá þetta eiginlega bara, dauð og djöfull ef svo má segja, því nú vera miður. En ég mjög ánægð með þetta og tek heilshugar undir þessa bókun. Við höfum náttúrulega oft bókað en það þeir fiskar sem róa, það þýðir ekkert annað en að bóka og láta vita af vilja okkar hér í þessum málum. Mér langar bara til þess að hvetja aðrar sveitastjórnir á landsbyggðinni til þess að taka undir eða senda samskonar yfirlýsingar frá sér því þetta skiptir alveg ofsalega miklu máli til þess að halda fyrirtækjunum hér og halda störfunum á svæðinu. Óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég held við getum öll tekið heilshugar undir þessa bókun, en þetta mál hefur oft sinnis verið rætt hér á vettvangi bæjarstjórnar. Og ég hef aðeins áhyggjur af framtíðinni sem að blasir við þegar að allt kallað þjóðhagslega hagkvæmt og það með einum gleraugum sem að horft á úr Reykjavík. Og við höfum verið á vettvangi almannavarnanefndar að undirbúa okkur fyrir væntanlega vonandi ekki svínaflensu og fleira. Og maður spyr bara í þannig ástandi þá getur ekki verið þjóðhagslega hagkvæmt að öll matvælaframleiðslan sé á einum stað á landinu. Og mér finnst við vera að sýna svona litla fyrirhyggju þegar að tósið svona gríðarlegt, sogið svona gríðarlegt suður á þessari framleiðslu. Að við skulum ekki þrátt fyrir þessi lítið þjóð í stóra landi að við verðum að hugsa þetta á stærri máta heldur en það að gera þetta að einhverju þjóðhagslega hagkvæmu dæmi. Því að það getur ekki verið að það sé eina breytan sem að ráði för.
Þannig að í þessari hugmyndu jöfnun flutningskostnaðar felst svo mikið meira heldur en bara það að laga rekstrar umhverfi fyrirtækina, þó það sé vissulega mjög brýnt. Það felst virkilega öryggi þjóðarinnar í því líka. Það sem hins vegar sem ég myndi vilja varpa þess inn í þessu umræðu hér hvort að bæjarstjórn eða Akureyrarstofa þá, eða atvinnuþróunarfélag eftir atvikum, hér sitja báðir formið þeirra stjórna, hvort að við eigum að horfa á hvort það sé einhver tækifæri í þessari stöðu. Einhver tækifæri fyrir þessa miklu framleiðendur hér í Eyjafirði að sameinast í því að koma sér saman að reka eigið flutningafyrirtæki. Það við búum við tiltölulega, ég myndi segja fákeppni af þessu, það eru tveir stóri aðilar sem ráða hér markaðnum á flutningum. Þeir hafa svaraði þegar að umræðan strandsiglingar að það sé ekki hagkvæmt og sjá enga raunhæfni í því að koma upp strandsiglingum aftur. Við erum með fyrirtæki eins og Dregg sem er lítið en vaxandi fyrirtæki sem hefur verið að gera ágætis hluti í innflutningi, hingað til allavega. Við sjáum hvernig umhverfið áttur að vegna þeim í framtíðinni. En ættum við að hafa forgangum það að láta gera einhverja hagkvæmnisúttekt á því, hvort það sé tækifæri að opnast í þessu þrönga samkeppnisumhverfi að eitthvað annað fyrirtæki komi, sameiginlegt fyrirtæki Norðlendinga og Þingeyinga og Eyfirðinga að setja á laggirnar flutningsfyrirtæki. Þannig ég held að við verðum að horfa á þessa stöðu þessa sýn sem við erum að draga fram og leita að tækifærum í henni. Svo sannarlega. Því að margan hátt og eins og kemur fram í bókunni þá löng hefð fyrir framleiðslu hér. Við erum með gott fólk til vinnu og fyrirtæki sem hafa á annað borð sett niður hér starfsstöð hafa lýst yfir mikil ánægju með þetta umhverfi sem þó hér. En eins og kom fram í málum fyrir ræðumanna flutningskostnaður sívaxandi og íþyngjandi kostnaður í rekstrinum. Þannig að ég vildi varpa þessari hugmyndin hvort að við ættum að beina því til Akureyrarstofu að láta fara fram litla úttekt á þessu möguleika. Næst tek til máls Elín Margrét Hallgrímsdóttir. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta ákaflega þarf og góð umræða því að þetta eins og hér hefur komið fram gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir landsbyggðina og af því að bæjarfulltrúi Sigrún ræddi þjóðhagslega hagkvæmni þá hafa breyst allar reikningsforsendur held ég við þetta svokallaða bankahrun hjá okkur. Ég held að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að þetta land sé byggt, mannlífi sé fjölbreytt en ekki bara við teljum krónur og aura. Ég held að það sé svolítið 2007 eins og Margur segir. Það breyttar áherslu í okkur 2009. Og það auðvitað okkar hlutur hér að efla þetta svæði, þetta atvinnusvæði hér og ég tek alveg heils hugar undir það að það verðugt verkefni fyrir Atvinnuþróunarfélagið og Akureyrarstofu því að það auðvitað það sem býður okkar hér, það að leita að hugmyndum og leiðum til að efla hér þetta atvinnusvæði og Eyjafjörð sem slíkan og þess vegna vert að taka Þingeyinga með, það ekkert að því. Og ég held að þurfa að skoða þetta í heild sinni því að það jú ýmsir sem hafa áhuga á að taka strandsiglingar á nýju og var gerð ágætis tilraun með það og ég sjálf heyrði samgönguráðherra lýsa áhuga sínum á því á aðalfundi Atvinnuþróunarfélagsins hér fyrir skömmu og þar meðal annars spurðan framkvæmdastjóra Vífilfells hvort að þeir myndu nýta sér slíkt og hvort að það væri möguleiki að flytja þeirra framleiðslu vöru með sjóleiðina og hann taldi svo vera í stórum hluta. Þannig að síðan auðvitað einn ánginn á þessu enn, það stytting þjóðleiðarinnar til höfuðborgarsvæðisins og þar var líka á þessum ágæta fundi með hjá Atvinnuþróunarfélaginu þar sem að Jónas Guðmundsson frá Leið EHF kynnti áhugaverða leið á styttingu leiðarinnar suður yfir heiðar með svokallaðri Svínavatnsleið. Og ég veit ekki betur en að menn ætli sér að skoða það að fullri alvöru því að þar kom hann með ákaflega áhuga verða tölur hagkvæmni þess. Og síðan auðvitað inn í myndinni fleiri styttingar á þjóðleiðinni. En allt skiptir þetta miklu máli, það ekki nokkur spurning
og ég tek undir þetta að þetta mikilvægt fyrir okkur að skoða. Hér að mörguleyti mjög gott rekstrarumhverfi og hér vilja fyrirtæki gjarnan vera sem hér eru. Hér stöðugur mannafli og gott að vera með fyrirtæki því leitinu til. Og ýmsir aðrir kostir hér eins og til dæmis hér ódýrara vatn, svona okkur sem nefnt, og ýmislegt fleira, þannig að fyrirtæki vilja gjarnan vera hér, en hins vegar má það ekki vera þannig að þeim sé gert ómögulegt að vera hér sökum þess hver samkeppnisumhverfi þeim mjög í óhag. Og þetta okkar verkefni og þetta sannarlega verðugt verkefni fyrir okkur sem að þessu málu störfum hér að takast á við og huga því akkurat á næstunni. Og ég tek heilshugar undir það og vil mjög gjarnan taka þátt í því. Og endingu styð þessa bókun heilshugar. Næsta tökur til máls Jóhannes Bjarnason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi bókun sem slík mjög góð og við höfum margsinnis eins og hér hefur komið fram rætt þetta mál og þetta verður ofta eitt af stóru málunum fyrir alþingiskosningar. Það var það núna, þá ræddu frambjóðendur okkar hér í þessu kjördæmi mjög þetta mál. Þingmennirnir Kristján og ráðherrann Kristján Möller og þingmaður Kristján Þór Júlíusson, Valgerður Sverrisdóttir og fleiri get ég nefnt sem að ræddu þetta. Fyrir kosningarnar þar áður var þetta mikið rætt og þar áður mikið rætt og lagði fram lærða tillögur, en það gerist næstu því ekki neitt. Og þá velti maður fyrir sér, að því að þetta hefur verið hér í umræðunni á okkar svæði svona lengi, hvað stöðvar það að það gerist eitthvað í þessu máli? Hvar tappinn í málinu? Nú ætla ég ekkert að vefengja það að þessi þingmenn og fleiri sem ég nefndi hér áðan, þeir hafa allir reynt að þoka þessum málum áleiðis, reynt að koma málum á þann vega að raunhæfar tillögur jöfnun flutningskostnaðar væru lagðar á borðið. Aðspurðir þetta fyrir síðustu kosningar, þá voru svörin einfaldlega þau að þetta bara stöðvað af öðrum þingmönnum á höfuðborgarsvæðinu. Það nú bara ekki flóknari það. Jafn ótrúlegt og það Þarna eru hagsmunaárekstrar sem gera það að verkum að þetta stöðvast alltaf í meðförum þingsins. Það beitt allskyns orðræðu lagalega rétt og jöfnuð, jafnvel Evrópu stuðlar eru nefndir sem gera málin enn flóknara, en staðreyndin einfaldlega sú, þetta búið að vera inn á þingi árum saman, en lítið sem ekkert hefur gerst, því miður. Og því miður þá hefur framlag þingsins í heild sinni til hérna dreifðu byggða, það verður bara játast núna undanfari mörg ár. Það hefur oftar en ekki verið hálfgerð vindtök. Stæðstu byggða framkvæmdina sem hefur verið farið í hafa svo verið svo umdeildar að þjóðfélagið hefur nærri klofnað. Eins og til dæmis þegar heilum landsfjórðungi var nú bjargað Austurlandi með tilkomu stóra virkjunar og álvers. Og núna þegar við ræðum þetta mál flutningsjöfnuð, að þá stöðvast þetta mál alltaf inn í þingi, í málþófi og ekkert gerist, því miður. Og það athugunarefni fyrir okkur og þess vegna enn mikilvægara bókun sem þessi fari á stað, þannig að það ýti við einhverjum aðilum. En ég auðvitað fagna því að við sendum frá okkur þessa bókun og þessa ályktun. Það kemur fram í þessari úttekt að sú samkeppnisstaða sem okkar framleiðslufyrirtæki búa við ómöguleg og maður óttast það að ef ekkert breytist að þá muni þetta hægt og rólega mylja undan okkur. Þetta mun verða til þess að þessi svokallaða þjóðhagslega hagkvæmni og fyrirtækja hagkvæmni í rekstri, að þetta sogar til sín meira og meira ef ekki næsta spilna við fótum. Þannig að ég tek bara heilshugar undir það sem hér hefur komið fram, en ég vildi setja þetta inn í umræðuna hvar stoppar alltaf, hvar stöðvast þetta mál.
því að eins og ég nefndi áðan þá hafa nú þingmennirnir okkar verið mjög duglegir við að ræða þetta eins og reynda margt annað sem að kannski heldur minna verður svo úr þegar framlíða stundir, en þetta þessu vildi ég bæta inn í umræðuna. Næst tekur til máls Helena Karlsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir fagna þessar bókun sem hefur komið fram og styð hana heils hugar og tekið fram undir það að flutningskostnaður er eitt brýnasta hagsmunum á landsbyggðarinnar. Ekki bara fyrir atvinnulífið, þetta líka fyrir íbúana. Málið hefur ekki náð þeim framgangi sem við hefðum óskað eftir og ég tek undir það sem bæjarfulltrúi Jóhannes sagði varðandi skilningsleysi þingmanna, sérstaklega þingmanni í 101 Reykjavík. Þetta mál hefur bara ekki náð fengið almennan hljómgrunn. Nú landsbyggðarþingmönnum hefur fjölgað á þingi. Kannski hefur það eitthvað að segja, en spurningar hvort við þurfum ekki að fjölga landsbyggðarþingmönnum en frekar. En það er alltaf talað að jöfnun flutningskostnaðar skekki samkeppnisstöðuna. En er það ekki akkurat málið að samkeppnisstaðan er skökk vegna þessa aðstöðu muna sem að landsbyggðarfyrirtækin og svo aftur fyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu með þessa aðstöðu og ef þessi fyrirtæki eru borin saman. Þannig að með jöfnun flutningskostnaðar spurningar hvort að samkeppnin verður þá ekki eðlilegri heldur hún er í dag. En þegar verið að tala um lækkun flutningskostnaðar eða jöfnun, þá spyr maður sér hvaða leiðir eru færar og þá skoðar maður, það er annarkvort landleiðin eða sjóleiðin, nema hvort tveggja sé. Og ef það er farið landleiðina, þá er spurningum beina niðurgreiðslur eða styrki eða þá fjárfestingu í samgöngukerfinu, samanber það sem að bæjarfulltrúi Elín sagði áðan varðandi svínvetningaleiðina. Nú varðandi strandsiglingarnar, þá gæti þetta tvennt farið saman. Sumarvörur munu alltaf vera fluttar landleiðina, svo sem ferskvörur og vörur sem þola ekki bið, en aðrar vörur geta farið sjóleiðina. En þessi flutningskostnaður, hann fer beint út í verðlagið og hefur áhrif á innkaup heimilana. Það hefur áhrif á almenn lífsgæði og rekstrarskilyrði fyrirtækja á landsbyggðinni sem eru mjög erfið núna þessar mundir. Kostnaðurinn hefur áhrif á staðsetningu fyrirtækjana og ræður líka miklu afkomu þeirra. Þannig að það má segja að hár flutningskostnaður sé ekkert annað heldur en landsbyggðarskattur og það er líka brýnt hagsmunamál að halda fyrirtækjunum og störfunum í bænum. Þess vegna verður að gerast eitthvað til þess að þau hreinlega fari ekki, en 80% markaðarins er á höfuðborgarsvæðinu. En nú stundir þá hjálpast allt til að gera fyrirtækjum erfitt. Það eru háir vextir, ónýtur gjaldmiðill, hækkandi eldsneytisverð og svo framvegis. Af því að það var minnst hérna á aðalfund Atvinnuþróunarfélagsins hér áðan, þá kom fram í máli samgönguráðherra að í drögum að byggðaáætlun til 2013 þá er rætt jöfnun flutningskostnaðar og þá er talað að niðurgreiða hluta kostnaðar í því skyni að efla framleiðslu starfsemi, atvinnulíf og fjölga atvinnutækifærum á landsbyggðinni. Og það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að þetta nái fram að ganga, að þetta verði ekki fellt út úr byggðaáætluninni. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Elínu þar sem hún minntist á erindi Jónasar Guðmundssonar sem var með erindi fyrir hönd Leiðar EHF. Þar sem hann talaði styttingu vegarins milli Akureyrar og Reykjavíkur. En sú leið gæti stytt veginn 20 km. Eftir aðalfundin þá var það rætt í stjórn Atvinnuþróunarfélagsins að leggja leið EHF lið í þeirri baráttu að koma þessari leiðin á skipulag í viðkomandi sveitarfélögum og var framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélagsins falið að vinna með Jónasi Guðmundsssyni að framgangi þessa máls og við hvöttum Eyþing og Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga til að taka þátt í þessari vinnu og það sem við komum hér fram áðan hjá forseta og hjá bæjarfulltrúa Elínu að varðandi aðkomu Akureyrarstofu og þá líst mér mjög vel á þá hugmynd að Akureyrarstofa kæmi inn í þá vinnu eða þá að Atvinnuþróunarfélag Akureyrarstofa tæki höndum saman og vinni að þessum málum
og vinni því framgöngu. En eftir framhaldsaðalfund Atvinnuþróunarfélagsins þá var samþykkt svohljóðandi ályktun með leyfi forseta. Í ljósi atvinnuþróunar á landsbyggðinni er brýnt að lækka flutningskostnað fyrirtækja ekki síst til og frá höfuðborgarsvæðinu og jafna með því samkeppnisstöðu þeirra. Ekkert er betur til þess fallið en að stytta leiðir, en svo leið sem helst hefur verið nefnd á undanförnu er stytting hringvegar 13 km með nýjum vegi Svínavatnsleið í Austur-Húnavatnssýslu. Með þeirri framkvæmd og 6 km styttingu í Skagafirði mætti samtals ná 20 km styttingu hringvegarins. Í viðamikilli skoðanakönnun EMG Gallup frá maí 2006 kemur fram mikill stuðningur við gerð Svínavatnsleiðar í stað óbreyttrar legu hringvegarins eða 66% á landsvísu og 75% á Norðurlandi. Þessi stytting yrði afar mikilvæg fyrir fyrirtæki á Norðausturlandi og því brýnt að hefja undirbúning að gerð vegar þessa leið sem fyrst. Þá hvetur Atvinnuþróunarfélagið til að könnuð verði hagkvæmni strandsiglinga og sjóflutninga til fleiri hafna en nú er. Þá telur AFE einsýnt að með hagkvæmu skipulagi áfangastaða strandsiglinga mættu auka hagkvæmni í flutningum og létta álaginu af vegakerfinu leið. Öllum er ljóst mikilvægi þess að mannaflsfrekum framkvæmdum sem nú standa yfir við Héðinsfjarðargöng og fyrirhugum framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng sé flýtt sem kostur er í ljósi núverandi atvinnu- og efnahagsástand. Þetta er barátta og hefur verið mikil barátta en við megum ekki að hætta. Við verðum sífellt að vera á tánum. Við þurfum að nota okkar tengsl sem við höfum við Alþingi, við þingmenn og við ráðherra. Því að við verðum öll að leggjast á eitt að vinna þessi framgöngu. En einhvern tímann kemur og einhvern tímann, og ég er sannfærð það, að við náum okkar markmiðum. Takk. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er vissulega þörf umræða. Ég hugsa þó oft til þess að við verðum að taka hana í nokkuð víðu samhengi og megum passa okkur að hún hitti ekki fyrir okkur sjálf. Við höfum reynt hér undangengin ár að horfa á starfsskilyrði fyrirtækja og auglýst svæði sem vænlegan stað fyrir fyrirtækjauppbyggingu og vissulega hefur Akureyri upp á margt að bjóða, ytra umhverfi en síðan bara beint sem snýra starfsskilyrðum fyrirtækjana. Ég hef enga trú á sjóflutningum. Norðmenn eru að reyna þetta, þeir hafa keyrt hurtiruta svo kallaði með ströndum Noregs. Þeir hafa veltið fyrir sér að færa rútuna sunnar, suður undir Stavanger, en þeir keyra frá Bergunum til Kirkjunes, taka mikið af túristum. Þessi rúta er að hrynja og færum þó ærin pening úr bólgnum ríkissjóði Noregs. Við verðum að sjá það að megin hluti flutninga er ferskvara. Hún fer aldrei á sjó. Hvað stendur þá eftir? Og síðan verðum við líka að horfa til þess og verðum að halda því til haga að það hefur orðið sameining fyrirtækja. Hér er orðin stór matvælafyrirtæki og vissulega hefur Akureyri fengið stóran skerf af því. Við sjáum núna nýlega til dæmis með stækkun hér hjá Mjólkursamleginu, mjög ánægjuleg uppbygging. Við sjáum það í slátrun og kjötvinnslu. Þessi fyrirtæki sækja hráefni langan veg. Það er bara þannig að þjóðfélagið leitar sérhæfingar og í því festa ákveðin hagræðing. Þetta er þörf umræða en ég bara ítreka það að við verðum að, og ég tek undir með bæjarfulltrúa Elínu Margréti Hallgrímsdóttur, heilsugar það sem hún segir að verðum að skoða þessi mál heildstætt. Og ég myndi bara fagna því ef að við, eflaust hefur þetta verið skoðað í þaula en við bara höldum þá þeirri vinnu áfram og herðum okkur í því að skoða þessi mál heildstætt. Í mínum huga er lausnin stytting vegar og ég vil þá minnast sem ég kalla hetjunar Halldórs Blöndal sem ég minnist oft þegar ég fer á mínar æskuslóðureistur og héraði. Sem ég segi þegar Halldór Blöndal hafði forgöngu uppbyggingu á þessu vegakerfi og styttingu sem að ágætir vinir mínir og margir hverjir frændur í þingmannaliði sáu ekki möguleika á. Ég vil ekki sjá að við horfum á 20 km styttingu og efnum þar til
svona rósta í byggð. Það er mikilvægt í mínum huga að við höldum þjóðvegi sem að tekur byggðirnar, en við þurfum að horfa á hólsand eða þess vegna sprengisand. Stórhug í því að stytta verulega milli, til dæmis leiðin bara Akureyri Selfoss, milli þessara byggðakjarna, stærstu byggðakjarna á landsbyggðinni. En umræðinu þörf, og hún með allri virðingu fyrir þeirra ágætu vinnu sem menn er að skoða, og menn er að skoða styttingu 15 og 20 kilometra. Við eigum að skoða styttingar sem að snúa 150 eða 200 kílómetrum, og við þess utan að horfa föst og einarlega á möguleika rafmagnsins og einteinung og koma okkur í þann gírinn. Mér finnst athyglisverð tillaga líka bæjarfulltrúa Kristínar Sigfúsdóttur, og ég held að við öll deilum sömu áhyggjum og hún varðandi hraðakstur og þungaflutninga á ákveðnum tímum. Þetta er bara erfitt í framkvæmd. Fiskflutninga til dæmis, þeir snúast ekkert það hvort að það er föstudagskvöld eða mánudagsmorgun. Heldur hvenær aflaðist, hvar báturinn kom inn og hvar gafst besta verð á mörkuðum. Og það gildir flesta þessa flutninga. En skoða málið heildstætt, og það ættum við að hafa forgöngu. Takk. Orðið er laust undir þessa leið. Á mun að lokum bæjarfulltrúi Hermann Jón taka saman umræðuna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir mjög góðar umræður þetta mál, og í rauninni hafa mörg og mismunandi sjónarmið komið fram. Við höfum náð að koma víða við, og það er ánægjulegt. Náttúrulega ljóst að þetta er flókið mál á mörgu leyti, vegna þess að leiðirnar sem til greina koma eru mismunandi, og við erum kannski ekki endilega sammála það hvaða leiðir eru bestar. Við höfum rætt strandsiglingar til dæmis, þar sem sumir sjá möguleika og aðrir ekki. Við höfum rætt vegastyttingar, þar sem sumir vilja ganga lengur og aðrir skemur, og svo framvegis. Þannig að þetta er kannski bara eitthvað sem var vitað, en hollt fyrir okkur að fara yfir, og við þurfum kannski að finna okkur aftur vettvang til þess að gera það og enn betur, og kannski koma einhverjum inn á blaðum það hvernig við viljum sjá þessi mál ganga fram. En held ég að við séum samt sammála meginatriðin í þessum, og ég vona að það komi síðan fram í afgreiðslu á bókunni sem var lögð hér fram í byrjun, og ég þakka bara aftur fyrir góðar og gagnlegar umræður. Takk. Þá er komið að afgreiðslu á 7. lið. Óskar bæjarfulltrúar eftir því að þessi bókun verði lesin aftur? Nei. Þá biður það bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Það er 11 og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er dagskrá tæmd, og þar sem þetta er síðasti fundur fyrir sumarleyfi, þá óska ég bæjarfulltrúum gleðilegs sumars og ánægjulegs leyfis. Næsti fundur okkar verður 1. september. Fundið slitið 17:45.